Metþátttaka var í torfærunni, 15 bílar kepptu í sérútbúnarflokknum. Ég hitti sigurvegarann úr fyrstu keppninni, Stefán Sigurðsson, fyrir keppnina. Hvernig undirbyrðið þig fyrir svona keppni líkamlega? Ég reyna að halda mig rólegum bara. Tek mig á, ég verð að stressast upp. Hvað gerirðu þegar að taugin fyrir að þenjast? Það fær sér sig upp. Við fylgjumst með öllum 6 þrautunum sem keppt var í þarna og í dag fáum við að sjá sérútbúnarflokkinn. Við fáum fyrst að sjá Sturlu Jónsson, 24 ára, sem hann ekur grind 60 til 74 módel. Árgerð heitir það nú víst og hann hér í fyrstu þraut. Tiltölulega mikill hlíðarhalli og það var galdurinn í þessari þraut. 270 stig fær Sturla og þá fáum við Helga Sjött, Eyfirðing, 26 ára bóndi, hann ekur hér Willys 72. Það er nú reyndar lítið að sjá af Willysnum í þessum bíl. Það er að krækja hér upp fyrir eitt dekk og hanga síðan upp í hlíðinni. Helgi kom nú reyndar þarna greinilega við eitt dekk og annað. 285 stig fær hann. Árni Kópsson er næstur, 28 ára kafari. Hann ekur eins og allir vita heimasætinni 90 módel, 90 árgerð. Og hann er nú heppinn hér, hann er 285 stig, hann missir loft úr vinstra afturhjóli hér, en hefur þó fulla stjórn á bílnum og fer í gegnum endahliðið þessar merkin þar. Þá er það Gunnar Guðjónsson, 31 árs, ekur Willys CJ10, 47 árgerð. Hann klifrar vel upp í hlíðina. Virtist fella þarna eitt dekk, þó kannski spurning hvort að það var framdekki sem að setti það niður með sandi. 290 stig, það er greinilegt að 2 dómarana telja að hann hafi fellt þetta dekk sem hann er nú að koma að. Dekkið virðist falla fyrir sandgusum en afturhjóli fer yfir blettinn þar sem dekkið var. Þetta er hárréttur dómur. Einn dómarinn telur að það hafi sloppið. 290 stig og þetta getur skipt máli þegar uppi staðið. 5 stig til eða frá. Þá er það Magnús Bergsson, 35 ára, hann ekur Willys 48. Léttur bíll og lipur. Magnús var heldur grimmar í þessari keppni heldur þeirri fyrstu. Hann ætlaði greinilega ekki að setjast á kviðinn í lok þrautar. Fær hér 280 stig, kom þarna við 2 dekk. Þá er það Reynir Sigurðsson, aldursforsetinn í hópnum. Fertugur, hann ekur hér kjúklingnum. Það er ekki nógu hátt, ekki nógu ákveðin á gjöfinni og fer yfir 2 dekk, 245 stig fær hann. Og þá er það Stefán Sigurðsson á RC Skutlunni, hann er í forystunni í Íslandsmótinu með 20 stig fyrir þessa keppni og missir bílinn niður á sama stað eins og allir hinnir miðja braut. Fyrirfram var reiknað með því að fyrsta hliðið yrði þeim erfiðast sem hann fer hér í gegnum, en þar í gegn fóru allir keppendur. Komu sumir við þetta dekk og enn aðrir við þetta og einstaka keppandi snerti merki í endamarki. En Stefán fær 285 stig. Og þá er það Sigþór Halldórsson, ekur hér grind, árgerð 91, fer faglega í þetta. Fór hann nægilega, 295 stig fær hann. Einn dómari hefur greinilega talið að hann hafi fellt dekk í einu hliði. Við skulum nú sjá hvernig það var. Þetta er spurning. 295 stig og hann er því með forystuna í þessari þraut. Þeirra sem að nú þegar eru búnir að fara í þrautina. Þá er Eiður Baldvinsson, 25 ára, ekur hér grind 91. Eiður mætti reyndar of seint í þessa keppni og hann hóf keppni með 600 mínustig á bakinu. Þau eru ekki dregin frá fyrir í lokin. Það er hér 280 stig. Þetta er greinilega verið mjög jafnt. Þá er akureyringurinn Árni Grant, 26 ára, átti afmæli þennan dag, ekur Jepster 90 módel. Fer á ofalega hér. Þetta var óvenjulegt miðað við hinna keppendurnar. Það er 285 stig, en það er búið að breyta bílnum hjá Árna Grant svolítið. Það er búið að færa vélina aftar og neðar. Þyngdarpunkturinn hefur breyst talsvert og greinilegt að Árni var ekki búinn að kynna sér bílinn og gripið var meira heldur en hann reiknaði með. Það var Helgi Sjött í annarri þraut. Kemur hér aðeins við dekk
og virðist ekki vera með fullt átak. Það nú eins og hann sé loftlaust þarna vinstra megin að framan. Hann klárar nú þó þrautina. 265 stig, 585 alls. Já, hér missir hann loft úr vinstra framhjóli. Hjólbarðinn hangir þó fastur á innri brún felgunnar. Þetta geysilega sterkir hjólbarðar. Þetta sakar ekki varðan sjálfan, hins vegar veldur þetta því að keppandinn hefur ekki sama grip. En Helgi Sjött samt sem áður hér alla leið. Gott hjá Helga. Þá það Árni Kópsson. Hann lenti í 4. sæti í fyrstu keppninni í Grindavík. Það gerir hann hér í Greifadalsferðinni. Laust, ekkert stopp og ekkert dekk. Já, þetta hljóti að vera 300 stig, jú, 585 stig hann kominn með þá. Gunnar Guðjónsson, hann var með 290 stig úr fyrstu þraut. Gunnar Guðjónsson. Hann kom bara að fara þetta án þess að stoppa, án þess að fara út fyrir þrautina. Hluti sem markabrautina, já, gerir þetta með stæl, 300 stig, 590 stig hann þá með. Þannig að hann kominn með forustuna, hann kominn, já, það skal nú aldrei segja aldrei, því Sigþór Halldórsson hefur ekki farið ennþá. Þá það Sigríður Ragnarsdóttir, hún fekk 235 úr fyrstu þraut. Nú viðriðin í lagi, hún var það ekki í fyrstu keppninni. Sigríður, margfalt ákveðnari. Fer hér þraut nr. 2, fær fullt hús, 300 stig, 535 alls. Þá það Magnús Bergs, 280 úr fyrstu þraut. Þarf að fá 300 hér ef hann ætlar að blanda sér í toppbaráttuna. Já, nei. Hann stoppar, missir 15 stig, 285 stig. 565 alls. Þá það Stefán Sigurðsson. Hann verður að fá 300 út úr þessari þraut. Það sem Árni Kópsson, Gunnar Guðjónsson, Sigríður Ragnarsdóttir og Magnús Bergs hafa nú þegar fengið 300. Það gerir hann. Ekkert mál, 585 stig. Ekki miklu munað menn stoppi hér á brúninni. Þá að sjá hvað Sigþór gerir. Hann var í forystunni eftir fyrstu þraut. 295 stig, hann var 5 stigum á undan Gunnari Guðjónssoni. Gunnar fekk 300 í þessari þraut. Sigþór þarf 295 til þess að vera enn í fyrsta sæti. Hann fer hér alla leið, ekkert mál fyrir hann, 300 stig. Þetta greinilega allt og létt þraut. Þá það Jón H. Hafstjónsson, 26 ára, hann ykkur fyrir sætinni, 90 ár gerð. Jón H. fekk 225 stig úr fyrstu þraut og 285 stig hér, 510 alls. Þá það Eiður Baldvinsson. Hlutveikjandi bíll. Þessi bíll hefur eina nýjung, hann með 3 forma að framann, einn undir miðjunni. 300 stig, 580. Þá Árni Grant. Nú verður Árni Grant að fara þetta í einni lotu á þess að stoppa eða snerta dekk. En hann drepur hér á, 15 stig fókinn þar. Og þetta gæti reynst honum dýrkeypt. 270 stig því hann stoppar hér aftur. 30 stig fyrir ekki neitt. Og í fyrsta sæti nú Sigþór Halldórsson með 595, Gunnar Guðjónsson í öðru sæti með 590, Stefán Sigurðsson með 585, Árni Kópsson 585, Eiður Baldursson 580 og Sturla með 570. Þetta hnífjafnt þegar við byrjum í þriðju þraut. Þar fyrir fyrstur Árni Kópsson. Hér verið að berjast mikinn hliðarhalla.
þarf að taka vinstri beygju utan í hlíð og gripið ekki mikið þar eins og við fáum að sjá hér. Oddný fer nú greinilega ekki alveg nógu ofalega. Klórar sig þó hér upp á brúnna, 215 stig og komið með 800. Snerta eitt dekk sem á bak við dómarann þarna. Setur síðan afturhjólið í annað dekk þarna. En það sama hvað Árni gerði, ekki fór hann upp. Og þá að sjá hvað Gunnar gerir. Hann læðist hliðarhallan eins og venjulega. Fer heldur skemur en Árni en kemur ekki við neitt dekk. Fær því 225 stig, 10 stigum meira heldur en Árni. Og Árni færi talsvert lengra. Hann sleppur hér í gegnum þetta hlið, áfallalaust. En eitthvað skortir þarna á að vélinn gangi eðlilega. Stefán Sigurðsson. 585 stig fyrir þessa þraut. Nei, hann fer heldur gróft í þetta, fær 210 stig. Fór of ofalega í hliðið. Samt getur það og nauðsynlegt að fara eins ofalega til þess að komast hærra. Við sjáum það að Sigþór fer allt og neðarlega hér. Hann fær ekki nema 155 stig. Þannig að Sigþór án nokkurs vafa dottinn úr fyrsta sætinu. Þá er spurning hvort þar situr aleinn Gunnar Guðjónsson eða hvort að Árni Grant á einhverja möguleika, ekki fer hann upp. 235, það toppurinn í þessari þraut. 10 stigum meira heldur en Gunnar Guðjónsson. Og ekki veitur honum af, hann misti 30 stig í annari þraut. Fyrir má segja ekki neitt. Og þá það Helgi Sjött, hinn norðanmaðurinn sem ekki mátti nefna að væri Akureyringur því hann Eyfirðingur. Ekki fær hann nú mikið hér, fór allt og neðarlega í hliðið. 195 stig fær hann þó, 745 alls. Og við skulum renna yfir stöðun eftir 3 þrautir. Gunnar Guðjónsson efstur með 815, 15 stigum fyrir ofan Árna Kópsson. Síðan 5 stig í Stefán Sigurðsson, önnur 5 niður í Árna Grant og síðan 40 stig niður í Sigþór sem í 5. sæti og Sturla þar með 750 stig. Þá Gísli Hauksson, 31 árs, ekur hér Vandamálinu, 91 ár gerð. Þetta liðstýri bíllinn, margumtalaði, geysilega vöndu smíði en hentar ekki í torfærakstur. Það má sjá hér að þegar hann leggur á hann að liðurinn fer út, þyngdarpunkturinn fer langt frá miðju bílsins, þar að segja ef dregin lína á milli fram- og afturhjóla undir miðjum bíl, að þá langheppilegast að þyngdarpunkturinn sé þar, sé farið í hliðarhalla, þá best að þyngdarpunkturinn sé fyrir ofan þessa línu, en það fer öfugt á þessum liðstýrða bíl. Gísli kemur út hálfvankaður, þetta var mjög snöggt hjá honum, með hraðari veltum sem maður hefur séð í torfærum. Óslasaður, þökks í öryggisbúnaði, bæði hjálmi og beltum og velti grindar. En eins og ég sagði, þetta mjög vöndu smíði en hins vegar hentar þessi bíl ekki. Og hann kemur nú eiginlega ekki við á hliðinni, hann skuttlast hreinlega beint á toppinn. Og nú stóra spurningin hvað Gísli gerir. Mætir hann í næstu keppni með beygjur að framan eins og hefur verið á bílum frá því aldamót. En þá það Gunnar, hann var í forystunni. Hvað gerist hér? Nei, ekki fer Gunnar upp. Fær aðeins 155 stig og 970 alls. Þar fuku allar vonir Gunnars fyrsta sæti í Greifatorfærinni. Hann byrjar þetta sumar illa og honum líkar greinilega ekki. Hvað gerist hér? Lemur í stýrið, en við skulum heyra hvað hann hafði þetta að segja. Það bara loft á nítróflöskunni. Þegar nítróf átti að koma inn,
þá skeiði ekki, þá var bara tært bensín og dó bara á bílum. Hvernig geta svona mistök á sér stað? Þetta er bara alfarið ísaga, fylla kútinn á lofti. Maður borgar stórfé fyrir þetta. En við höldum áfram. Magnús Bergsson er hér næstur. Magnús var með 565 stig fyrir þessa þraut. Lendir hér neðarlega. Þarna er dekk sem allir keppendur tóku. En þrátt fyrir það þá fer Magnús alla leið. 250 stig, 965 þá. Og þá er það Stefán. Hér er möguleiki á að komast upp nokkur sæti. Fer þó ekki nógu ofarlega. Þeir eru greinilega ekki mjög ákveðnir þegar þeir fara yfir öxlina sem er hér næst okkur. 280 stig fær hann þó, 1075 samtals. Þeir hefðu kannski þurft að keyra heldur hraðar yfir hana á ská. Reyna að komast upp fyrir þetta dekk þarna, en þá er hins vegar hætta á því að velti. Og það er þá betra að fá 20 stig í mínus heldur en að fá 100 stig í mínus. Eða 200 eins og Gísli Hauksson fékk. Það var Sigþór. Hann fer alveg sömu leið og aðrir keppendur. Fellir eitt dekk og klárar 265 stig. Hann fer heldur neðar heldur en aðrir. En þá er Óðinn Magnússon kominn hér, 28 ára, ekur hér grind 91 árgerð. Bíllinn var ekki í lagi hjá honum í keppninni. Þetta er 8 strokka vél og hljóðin voru nú slík á tíðum að það var eins og hún gengi á 6, 5 eða 6. Stundum var hún í lagi og stundum ekki, færi aðeins 125 stig hér og 620 stig. Þá er sjá hvað Árni Grant gerir. Munum það, 30 stig fóru forgörðum í annarri þraut. Hann fer hér sömu leið og aðrir. 270 stig og 1060. 10 stigum minna heldur en Stefán Sigurðsson. Sturla kominn hér. Þessi bíll er nú sennilega með hærri þyngdarpunkt heldur en flestar aðrar grindurnar. Hann lætur það ekki aftra sér hér. Það er mikið fram frá því fyrir að 260 stig fær hann og er ennþá í topp 5 í þessari keppni. Sjáum dekki hér undir miðjum bíl og síðan er annað afturhjólið innan hliðið, hitt fyrir utan. Þetta er nú reyndar miklu lengra til vinstri í þessari braut heldur en aðrir keppendur. Það skiptir ekki máli. Það var ekki hlið þar sem hann var að sleppa. Það var Helgi Schjött. Hann er ákveðinn. Þetta átakalaust. Þetta var vel gert hjá Magnús, hjá Helga ætlaði ég nú að segja. Árni. Það er alltaf sama dekki sem menn taka. 275 stig fær Árni. Heldur væntanlega sinni forystu. Og hann er í efsta sæti en ásamt Stefáni Sigurðsssyni, báðir með 1075 stig. Árni Grant 1060, Helgi Schjött kominn upp í 4. sæti með 1030. Sigþór og Sturla síðan í 5. og 7. sæti og það munar 5 stigum. Hér byrjar Magnús Bergsson. Byrjar á hliðarhalla og barði með frákasti í gegnum eitt hlið og síðan er annað minna barð uppi sem er talsvert til hliðar, ekki í stefnu bílanum þegar komið fyrra barið. 285 stig fær hann. Vel gert hjá honum, þá er það Reynir á kjúklingnum. Aldursforsetinn fertugur. Það fer vel í gegnum og þó setur annað afturhjólið yfir þarna í hliðinu. Vantar síðan hraða hér í efra barði sem er mjög laust, fær aðeins 235 stig. Það eru lítið meiri ákveðinni. Þá er það Stefán.
Hann er þó kannski heldur ákveðinn, missir bílinn langt hér til hægri og er nú greinilega ekki sæll og glaður með það. Fær 255 stig og 1330. Hann á greinilega von á því að Árni Kópsson fái fleiri stig heldur en hann og jafnvel aðrir keppendur og komist þar með upp fyrir hann. Snertir þarna dekk í neðra hliðinu og missir bílinn langt hér til hægri og er greinilega ekki ánægður. Og alltaf verður stýrið fyrir barðinu þegar menn eru óhressir. Hér er svo Sigþór Halldórsson og þarna er mjög merkileg nýjung á ferðinni. Hún var reyndar í bílnum í fyrstu keppninni. Hann lappar hér upp. Það var ekki mikið mál. 280 stig og 1250 samtals. Við horfum hér aftan á bílinn. Við sjáum að gormaskálarnar, efri hluti þeirra, hreyfist. Þetta er mjög merkilegt og bíllinn virðist vera stöðugri fyrir vikið og afturhjólin hafa oftar og meira grip. Sérstaklega þá hjólið sem er ofar í brekkunni, miklu meira grip heldur en í öðrum bílum. Spurning hvort við fáum að sjá svona í framtíðinni í bílum sem aka á götunni. Þetta jaðrar við það að hafa heila hásingu og sjálfstæða fjöðrun. En Eiður fer hér upp, fær 300 stig og 1360. Ekki gleyma því að það er að draga frá honum 600 stig. Þá er það Árni Grant. Hann þarf 300 stig úr þessari þraut ef hann ætlar að blanda sér í toppbaráttuna. Já, hann gerir það nú auðveldlega. Komið 1310. Akureyringar ánægðir með sinn heimamann. Og þá er það Helgi Schjött. Þessi þraut auðveld fyrir Helga. 300 stig, 1330. Og Árni Kóps. Fá hann 300 stig hér, þá er hann kominn. Þá heldur hann forystunni hér. Komið 1360 stig. Og Árni Grant er jafnframt með 1360 stig. Þetta er mjög jafnt fyrsta og annað sæti. Stefán og Helgi eru báðir með 1330, þannig að það er líka jafnt. Sturla með 1310 og Sigþór með 1295. Síðasta þrautin, sjötta þrautin og þar fer Stefán Sigurðsson fyrstur. Tekur eitt dekk hér strax. Þar fóru 15 stig. Fer til enda marks, fær 270 stig, tók þarna 2 dekk. Þá er Sigþór. Hann fellir sama dekkið og Stefán Sigurðsson. Og annað dekk, 270 stig. 1565. Árni Grant. Hann fer ofarlega hér í hliðarhallan. Hann ætlar greinilega að ná sér í 300 stig. Nú ekki koma við þessi 2. 255. Hann virðist hafa fellt ansi mörg dekk sem var ekki hægt að sjá frá myndavélunum. En hér Helgi Schjött. Hann fer brautina óaðfinnanlega. Fær 300 stig og lýkur keppni með 1630 stig. Þá er það Árni Kópsson. Og hann fær 300, 1660 og er einn efstur með 1660 stig. Helgi Schjött í öðru seti með 1630, Árni Grant með 1615, Stefán með 1600, Sigþór Halldórsson 1565 og Sturla í sjötta seti með 1565. En heyrum hvað Árni hafði sigur sinn að segja. Árni, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta tók svolítið á. Já, þetta var orðið svolítið allt svaðalega spennandi þarna í restina. Ég var að laumast til þess að fylgjast með þér svona fyrir síðustu þraut og ég sá að það skulfu aðeins hendurnar. Það verði alltaf svolítið shaky. Já, hvað gera menn í svoleiðis stöðu? Það er bara kunna sálfræðina og sjálfan sér og bara róa sér niður. En í akstursíþróttum er fleira sem kemur til heldur en bara að fara þær þrautir sem lagðar eru fyrir menn. Menn fá refsingar ef þeir til dæmis mæta of seint eins og Benedikt og Eiður. Báðir fengu þeir 600 stig í mínus. Sigríður Ragnarsdóttir fekk 50 í mínus og Árni Kópsson fekk 50 í mínus eftir þetta viðtal fyrir það að aðstoðarmenn hans keyrðu bílinn, en það er ólöglegt. Árni gerði ekki athugasemd við þetta eftir þeim reglum sem í gildi eru. Hann átti möguleika á að kæra þetta.
Við þetta féll Árni niður í 3. sæti og þannig standa málin í dag. Helgi Sjött telst því sigurvegari í Greifatorfærinu með 1630 stig, Árni Grant í 2. sæti með 1615, Árni Kópsson í 3. sæti með 1610, Stefán Sigurðsson í 4. með 1600, Sigþór Halldórsson með 1565 ásamt Sturlu. Stefán Sigurðsson er efstur til Íslandsmeistara með 30 stig. Flokknum 1988, hann er mættur til leiks á ný, en nú í götubílaflokki. Hvað kemur til? Og ef þú fær einu sinni dellu fyrir motorsportið, það er ábyggilega sama hvað það er, þá byrjar alltaf aftur. Þetta er virkilega skemmtileg sport og búinn að vera mikill uppgangur í því. Og til að mynda þá ætla ég að prófa nýja tilraun núna sem að allir mótmæla og segja virki ekki. Ég ætla að prófa lítil hjól og nota minna loft. Nú verður það bara að sjá hvað skeður. Smá styr stendur það hvort að hjólbarðar hans séu löglegir. Þetta er kallaður götubílaflokkur og í raun ætti hann að geta keppt á þeim dekkjum sem að teljast löglega á götunni og málið því nánast í höndum bifreiðaskoðunarinnar. En hann fer hér fyrstu þraut og fær 300 stig, var fyrstur í þessa þraut og aðrir keppendur töldu að þetta veri nú ekki mikið mál. Fyrst hann fór þetta á þessum dekkjum, en annan kom á daginn. Það er Davíð Sigurðsson á Willys 66. Hann fer alla leið, 300 stig. Og Ragnar Skúlason hér á Jepster. 230 stig fær hann. Og það var 3. hæsta skor í þessari þraut. Hér er kominn Rögnvaldur Ragnarsson, við þurfum að fara hratt yfir. Tími okkar er í raun liðinn. Þessi þáttur á aðeins að vera 30 mínútur. En við ætlum að stela hér aðeins af tímanum fram að fréttum. Það er hefjast að sjálfsögða á réttum tíma, klukkan 19:19. Rögnvaldur fer hér jafn langt og Ragnar Skúlason fær 230 stig. Og við förum beint í þraut nr. 2. Þar byrjum við á Davíð Sigurðssyni, hann fekk 300 í fyrstu þraut. Og fær ekki nema 135 hér. Steingrímur Bjarnason er mættur til leiks að vanda. Davíð með 135, Steingrímur með 190. Steingrímur kom með 410 stig og Davíð 435. Gunnar Pálmi Pétursson. Fyrir þetta missir hann 30 stig. Það bil. Þannig að fara hann jafn hátt og Steingrímur Bjarnason ætti hann möguleika á 160 stigum. Og hann fer svo langt, 165 stig og 380 alls. Það er orðinn mikill slagur í götubílaflokki, hér er Þorsteinn Einarsson og hver 5 stig skipta máli. Sáum það í keppninni í Grindavík og síðan í sérútbúnaflokknum hér í Greifatorfærunni. Það er farin að harðna keppnin frá því í fyrra. 145, 375 alls og þá er að sjá hvað Haraldur gerir. Steingrímur Bjarnason með 190 stig, það hæsta sem menn hafa fengið fram að þessu. Og Haraldur fær ekki nema 160 stig. En hann heldur þó fyrsta sætinu með 460 stig eftir 2 þrautir. Davíð Sigurðsson annar með 435. Þá Steingrímur Bjarnason 410, Gunnar Pálmi Pétursson 380, Rögnvaldur Ragnarsson 375 og Guðmundur Sigvaldason sigurvegarinn úr fyrstu keppninni í Grindavík í 7. sæti með 370 stig. 3. þraut. Ragnar Skúlason fekk 0 stig í þraut nr. 2 og hann fer hér í þraut nr. 3 og hvað verður hann? Fær 285 stig, kemur greinilega við 1 hjólbarða. Þrautin er búinn hér og hann sleppur hér með skrekkinn. Og þá skulum við sjá hvernig Haraldur Ásgeirsson fer í þessa þraut. Flestir keppendur fengu 300 stig hér. Guðbjörn Óskarsson aðeins 285 ásamt Ragnari Skúlasyni og Gunnar Pálmi Pétursson 290, aðrir 300. Hvað varð hann? Hann kemur niður á 1 hjól og sleppur með það
og fær 300 stig og við förum beint í fjórðu þraut, fylgjast með Guðbirni Óskarsinni. Willi 65 með 350 sérafleitt. Guðbjörn Óskarsson var með 555 stig eftir 3 þrautir. Kemst þó ekki hér á toppinn, fær 225 stig. Það var Guðmundur Sigvaldason, sigurvegarinn úr fyrstu keppninni, 285 og komið hér við 1 dekk. En fyrsta sætið